Já, verið velkomnir áhorfendur góðir hér í KA TV. Hér að fara að hefjast leikur KA og Fram. Karlamegin í opna norðlenska mótinu. Þetta lokaleikur liðanna. Unnu bæði góða sigur í gær og því þetta rauninni svona úrslitaleikur karlamegin. KA vann 11 marka sigur á liði Harðar frá Vestfjörðunum. Harður hóf leikinn af krafti en svo svona leiða á þetta og sýndi KA-liðið klærnar og vann á endanum samfærandi sigur. Fram lék svona að mestu leyti á ungmennaliðinu sínu þegar þeir mættu ungmennaliði KA í gær. Og eftir hörkuleik þá fóruðu þeir með sigur á hólmi og við væntanlega fáum spennandi leik. Framararnir búin að bæta 5 kanónum í hópinn sinn í dag og þeir það fara að spila á sínu besta liði. Svo við bara byrja á að kíkja á lið gestana. Svona fer að hefjast hérna hjá okkur. Hérna sjáum við þetta markmenn í dag eru Valtýr Már Hákonarsson, Lárus Helgi Ólafsson, hann mættur að Lalli, og Arnór Máni Daðason. Útileikmenn Kristinn Hrannar Eiríksberg, Marteinn Sverrir Ingibjarnason, Ingi Bjargarsson. Lögum það. En síðan kemur Stefán Darri Þórsson, Breki Dagsson, Vilhelm Pálsen, Sigurður Þorsteinsson, Kjartan Júlíusson, Rokkvi Dahl Kristjansen, Kristófur Andri Daðason, Stefán Orri Arnaldsson, Róbert Árni Guðmundsson, Þorsteinn Gauti Hjálmarsson og Reynir Þór Stefánsson. Nei, það önnur villa hjá okkur, hann Reynisson, fyrst afskundur þessu. Jæja, kíkjum á lið KA. Það óbreytt frá sigrinum á liði Vestra í gær. Liði Harðar ég var að komast í gang hérna. Markmenn Nicholas Satswell og Bruno Bernat. Útileikmenn Óli Þór Ríkarsson, Patrekur Stefánsson, Einar Rafn Eiðsson, Teitur Mikkjalsson, Jón Heiðar Sigursson, Arnar Freyr Álfsson, Allan Norberg, Einar Birgir Stefánsson, Jóhann Geir Sævarsson, Haraldur Bolli Heimisson, Ragnar Snær Njálsson og Jóhann Einarsson. Já, þessi leikurinn í gær var náttúrulega fyrsti æfingaleikurinn hjá KA. Reikna með þetta hafi verið fyrsti leikurinn hjá Fram líka þegar þeir tóku ungmennaliðið á KA. Þannig að við vonandi fáum ennþá betri bolta í dag. Svo eins og segi, við komum inn í hópinn hjá framörunum frá því í gær. Þeir Lárus Helgi Ólafsson, svo voru þeir Stefán Darri Þórsson, Vilhelm Pálsen, Þorsteinn Gauti Hjálmarsson og Rokkvi Dahl Kristjansen. Hann númer 14. Jæja, dómarar í dag, það eru þeir Siguróli Magni Sigursson og Sævar Árnason. Þetta verður vonandi skemmtilegur leikur, eins og ég segi. Við erum í úrslita leikur mótsins. Svo í kjölfarið kl. 2 mætast kvennaliðin, það KA Þór og Fram. Þau unnu bæði sína leik í gær og því líka úrslitaleik að ræða. Þetta verður áhugavert. Hvort liðið vill byrja greinilega. En þetta fer að fara af stað hérna hjá okkur. Ágúst Stefánsson heiti ég, mun lýsa þessu fyrir ykkur. Og ég segi bara njótið vel, áhorfendur góðir, handboltinn að fara aftur af stað, veislan að hefjast. Sittist svo í að bikarkeppnin frá síðast tímabili verði leikinn. Og bara algjör snild að byrja tímabilið á bikarkeppni. Ég svolítið spenntur fyrir þessu fyrirkomulagi. Fyrst að það þurfti aðlagast þetta COVID. Bara rósa handboltahreyfingunni fyrir þetta
En þetta er verið að staðina hjá okkur, K-liðið byrjar. Arnar Freyr í vinstri horninu, Patrekur Stefánsson í vinstri skyttu, Jón Heiðar Sigurðsson á miðjunni, Einar Árni Einsson í hægri skyttunni og Óðinn Þór í hægri horninu. Og á línunni er Einar Birgir sá danski. Einar ekki lengja plaff á marki, fyrsta marki komið. Geggjaði gæi Einar Rapp. Lék nú hérna árum áður með Fram. En gekk til liðs við KA frá FH. Og er hrikalega gaman að sjá kappan í gula búningnum. Það býr heldur betur KA hjarta í kappanum. Og draumurinn hann rætast. Þetta er vel gert, frábært markið á Stefáni Darra. Hótar hérna undanskotinu og setur boltann bara yfir Einar Birgi. Patti losnar að frábær einföld finta og skildi menn gjössan eftir. Gott skot. 2-3 KA, þetta fer vel af stað. Hraði í þessu. Og hann kemur loksins fyrsta löglega stöðurinn. Ragnar Snær. Ragnar stöðva hann Vilhelm. Já, það er öllu meiri kraftur í leiktu núna heldur en svona sérstaklega þegar leið á leiki gerðarsins. Þetta er að tala með þetta tvö lið sem ætla sér hluti í vetur og þetta er hörku skot frá Vilhelm. Hjartar í 2-2. Verður áhugavert að fylgjast með framörunum í vetur. Einar Jónsson mættur aftur í Samiruna sem hann gerði náttúrulega frábæra hluti. Þeir náttúrulega vonast til að hann ná að lyfta þeim enn herra. Sebastian Alexandersson gerði reyndar alveg fína hluti með það í fyrra. En það er greinilega meiri metnaður í Samirunni heldur það að missa úrslitakeppninni. Það er bara vel. Spennandi ólisteild framundan. KA-liðið líka ætla sér enn stærri hluti. Komust að vísu í úrslitakeppnina. Og 8 mörgleiti, bara flotta vetur í fyrra. En dutt út í 8 úrslitunum. Einar Rapp kemur sér í gegn og það er vítið. Já. Sá þarna smá glufu milli 1 og 2 og kyrði á þetta. Og Einar Rapp fer sjálfur á punktinn. Og hann ver í markinu. Valtýr að byrja þetta krafti og frákastið framarna. Já. Það er fyrsta sóknin sem fer forgörðum í leiknum. Og spyrir hvort að framarni geti þá tekið fórustuna. Reyna þess að línusninga á Rókva og gengur næstu upp en á Káriði næra brjóta á Rókva á endanum. Rókva eins og segi einn af þessum 5 leikmönnum sem að léku ekki í gær á framliðinu. Færeyskur landsliðsmaður. Öflugur kappi. Félagi hans Pætur mættur í KA-lið. Pætur er hins vegar eitthvað tæpur. Þannig að hann er ólíklega með í dag. Hann mun mæða aðeins meira á Einari Birgi Stefánsinni. En þetta fari aftur að stað. Kemur hörku skot frá Vilhelm. Hann er að byrja leikinn á krafti. Kemur fram í 3-2. Jón Heiðar að patti með skot en það er víðsfjarri. Patti verður að bæta upp með því að stoppa Vilhelm hérna.
Jæja, fyrir þetta að fara að staðina hjá Hókur. Jæja, fín vörn hjá Einnari. Stoppa Martein. Kávalinn gekk í rauninni erfiðlega að ná stoppunum gegn liði Harðar í gær. Hrós á lið Harðar að þeir voru góðir í að ná að halda flota bolta og losa hann áður en voru negldir í fríkastinn. Jæja, áfram með þetta. Róku vill fá meira en ekki neitt en þeir halda boltanum hann að fá Róku fara með víti. Já, þeir eru mikið að leita Rókva núna og það er að skila. Víti og Vilhelm á punktinum og hann skorar. Setur hann yfir Niklas. Framararnir komnir núna með 3 mörk í röð. Þú er að snúa þessu úr 2-1 yfir í 4-2 sér í vil. Arnar klippir hérna við Einar, nú sá hann á patta og já, kemur hann línuna og þetta er vel gert. Einar Birgir skorar og kemur Ká aftur á blað hérna. Það er hábælega gert. Einar kemur að bleindu hliðin og hann er að stoppa Vilhelm. Eins og mikið að ná stoppunum. Brjóta upp þetta flæði sem framararnir er að leita að í sínu sóknarleik. Og svo þetta er vel gert. Marteinn Sverrir. Hann þrumar sem markið. Það vekk mikið tíma og þetta er eins og velgerð Káaliði tekur hraðamiðju og Jón Heiðar þrumar upp í skyndisfjær 4-5 og hann missaði boltan. Jæja, ég segi það er svolítið hraði í þessu og það er vel, fáum smá fjör í þetta. Óðinn kominn inn að leysir inn í kjölfarið. Einar á Jón Heiðar með pláss, losar hann á Óðinn við það komist í gegn en stoppaður á síðu stundu. Fín vörn hann hjá Stefáni Orra. Átti ágætisleik í gær gegn ungmennaliði Káa. Patti húsar hann á Jón Heiðar inn á línuna, gengur ekki, það er hann aftur og fer í gegn og setur hann í stöngina. Frákasti hjá Óðinn, svo stóðaður. Við byrjum það bara aftur. Patti klippir við Einar á Jón Heiðar. Og kemur þetta skot upp úr engu, höndin var nýkomin upp. Einar Rapp sér þetta smá glufu, þrumar á markið og Rókvi fær svo guldspjald fyrir að ýta við Einari þarna. Grætur nú lítið á því, Einar neldur sér fyrir markið. Já, Káa búið að jafna á ný 5-5. Stefán, jæja, senda bara tilbaka endanum. Þetta leit ekki vel út en þetta held ég löglegt. Stefán Darri reynir að koma inn í línuna, gengur ekki. Óðinn les þetta, keyrir fram Einar Rapp. Svo neldur af Stefáni Darra. Þetta var vel gert hjá Stefáni. Löglegt stopp í hraðalöpi, það er ekki alveg sjálfgefið að ná því.
minnum aftur á að klukkan 2 sýnum við rauninu úrslitaleik kvennamegin. Það er K.A. Þór og Fram mætast að búast við hörkuleik. Rétt eins og hér á köllunum. Patti losar hann á Einar. Næja, byrjum á nýtt. Boltinn innan línu gengur ekki og þessi farinn. Þannig að við fáum innkastið. Einar losar hann á Jón Heiðar. Jón Heiðar var eiginlega komin í gegn hann það. En losar hann við Patta og Patti svo stoppaður. Jón Heiðar eiginlega sneri sig í loftin. Hann var svona komin eiginlega hálfpattinn í gegn. Og losaði eins og. Höndin komin upp núna. Þeir tekur skarið. Jón Heiðar hleypur hérna á Röggva og dæmdur tveggja brottvísun. Já, Röggvi hélt kannski að vera að fara að ná rauðrinum en hann var á flegi ferð þarna og það er á endanum brottvísun í slæðir hérna undir höfuðið á Jóni. Og fyrsta brottvísunin lítið dagsins ljós. Hún er gestanna. Jæja, Haraldur Bolli Heimisson mættur á línuna. Hann var öflugur með ungmennaliði K.A. í gær, einmitt gegn Framherjunum, þannig að þeir ættu nú að þekkja aðeins til hans eftir leikinn í gær. En Halli skoraði einhver 7 mörk eða eitthvað í leiknum, var frábær. Þetta ná að sína sig hérna líka á aðeins stærra sviði. Flottur bolti inn í vinstra hornið, en Arnar nær ekki að nýta það. Og Valtýr að verja hérna góðan bolta fyrir gestina sem eru manni færri. En skipta Stefáni Darra inn sem auka manni, þannig að markið er auðvitað með hann. Hörkuskot sem er grip, Niklas Atsvel setur hann fram á Ragnar Snæ og Raggi, já, hann klárar þetta af öryggi, enda enginn í markinu. Stoppi tíman aðeins á meðan að Niklas, hann lendi á markinu þegar hann greip boltan á hann og fyrir vikið færðist markið eitthvað á stað. En búið að kippa því í laginn og við getum haldið áfram. K.A. marki yfir núna. Flottu kefli á K.A. Eftir að þeir voru 2 mörkum undir rétt áðan. Raggi kominn af blað, rétt eins og í gær. Það er spurning hvort hann náði að skora fleiri mörk í vetur heldur en í fyrra. Hann kann þetta alveg sóknarlega. Jæja, áfram með smjöri bara. Stefán Darri, Vilhelm keyrir á þetta, lendir í Ragga. Það er alveg sagt ykkur það er ekkert voðalega auðvelt að eiga við Ragga ef hann nær að læsa klónum í þig. Ríkalegur kraftur í sem kalla í alvöru gaur. Höndin uppi, Stefán Darri, húsar hann, brottur sinni búinn, spurning hver tekur skotið. Það þarf að vera að koma, Stefán Darri kemur með það, Uss. Þetta var alvöru negla 100 skot af bestu gerð. Steinleikur Stefán Darri. Já, þetta gerði hann ansi vel, jafnar í 6-6. Já, hann varð að skjóta og skaut, það gerði hann.
Einar Rafn losar hann á patta. Einar Rafn í strangri gæslu. Patti með skottið og þetta steinliggur, þetta er vel gert. Þeir eru svo mikið einhvern veginn með hugan við Einar að skotfærin eru bara hjá öðrum í staðinn og Patti gerir þetta vel. Fyrirháleikur að verða hálfnaður. Þetta er einfaldlega stál í stál. Eins og segi, spennandi ólisteild framundan. K.A. áfram ætla sér bæði meiri hluti heldur en gerði í fyrra. Og það eru fleiri lið sem eru þar. Snöggsending á Stefáni að þeir fá uppkastið og þannig eitthvað að þurrka vantilega. Eftir þetta, Róbbi var væga satt í strangri gæslu þarna. Þannig að hann var eiginlega aldrei líklegur til að fá boltan þarna en brottið á honum er rétt og uppkastið niðurstaðan. Jæja, sjáum hvað framhaldið gera núna. Stefán Darri losar hann allt gal upp í horninu og þetta er frábærlega klárað. Já, við erum áfram að jöfnum leik hérna, 7-7. Og þetta, ég segi áfram bara að veisla. Óðinn leysir hérna Patti, Einar með pláss, frábær hreyfing fyrir gegn, fær ekki neitt. Og Framararnir koma því í kjölfarið, já. En þetta gerir Óðinn vel og Arnar aftur en að verja hérna frábær leikur hjá Valtý. Og Framararnir geta aftur komist yfir hérna. Þetta verður, eins og segi, vonandi bara áfram. Stál í stál, spennandi leikur. Liðin að koma galla hérna til leiks á undirúrslitunum. Flottu varnarleikur hjá Ragga hérna gegn Rógva. Og Rógvi gerir frábærlega að koma sér í færi og fær vítið og tveggja með brotti svona á Ragnar Snæ. Mér fannst nú ekki að sleppa honum en Sævar í betri aðstöðu til að meta þetta og hann dæmi víti og 2 mínútur. Og Vilhelm aftur á punktinn, gerði virkilega vel á þann. Hann kom boltanum yfir Niklas. Og skorar aftur á öryggi. Og Fram komið í forystu á ný. 7-8, K.A. manni færri. Fáum aukamann sóknina. Hér er Jón Heiðar Sigurðsson. Jón Heiðar góður að velja flotta yfirsýn. Þessi þú tekur enga óþarfa séns að það eru margir aukt. Patti svona Einar tilbaka. Þetta er þröngt hérna.
Og til Jóni, já, vinum hérna dýrmæta sekundur. Að vinna eins mikið tíma á brotthúsinu og við getum. Hönding hans að komin upp, þá þarf einhver að fara að taka skarið og það Einar Rafnir líklegur fyrir upp í brottið á honum. Jón Heiðar lóðist tilbaka og Einar og dæmt leiktöf og þetta bara hárrétt dómur. Og enginn í markinu, þetta endar í beint í netinu. Stefán Darri setur henni allan vellinn. Og 2 marka munur. Hárrétt hjá dómurum leiksins að dæma leiktöf þarna KA-lið. Og þessi talað þessa 6 sendinga reglu. Þá náttúrulega ef það ekkert í gangi, þá á bara að dæma leiktöf. Og ef eitthvað að finnst mér bara mætti dæma ofta leiktöf áður en að þessi 6 sendingar séu búnar. Þurfum við hægt mikið á leiknum þessi nýja regla sem átti einhvern veginn að gera leiktöfina skýrari og betri. Patti driblar hérna með boltan, rosa undanum. Jón Heiðar setur hann yfir á Patta, Patti með plás, fyrir á milli 1 og 2 og skorar. Þetta vel gert. Það svo mikil einbeiting í framvörninni á að loka á Einar Rafn. Það að opnast meira og meira, sérstaklega fyrir Patta. Og Jón Heiðar gerir þetta vel að sjá það. Kemur boltanum á Patta sem skorar sitt 3. mark. Markaðastur hjá KA. Þetta skot ekki nægilega gott frá honum Martini og KA getur hérna metir hún í. Patti losar hún á Einar yfir Jón Heiðar og Jón bakkar út úr þessu og frábær línusending hérna frá Patta inn á Einar Birgi og Einar Birgi jafnar. Patti fengið smá högg á andlitið en heldur áfram. Þetta var flott línusending frá Patta. Og sá danski, búinn að jafna í 9-9. Fjölhæfur leikmaður, Einar danski. Lýsti leik KA U og Fram í gær. Og núna áfram að til sín taka á línunni. Þetta var frábærlega gert en skotið ekki gott frá Vilhelm. Gripinn hérna vippan frá honum. Patti svo með hörkuskot yfir markið. Framararnir róa þetta. Ekkert galið frá Patta að skjóta þarna en skotið bara ekki á ramman. En þessi hreyfing frá Vilhelm var gjörsamlega frábær á hann en var kannski aðeins of kokki þarna í vippunni og Niklas greip hann bara. Annar boltinn sem Niklas grípur í dag. Það vítakast endanum. Röggvi í hasara línunni og vítakast niðurstaðan. Vilhelm búinn að vera öruggur í fyrstu 2, gerir hann í 3. vítinu. Það hendar netinu, Niklasson heldur betur í þessu en það telur ekki og Vilhelm kom með 3 mörkum vítum og áfram leiða Framarar. Jón Heiðar og Einar tilbaka á Jón og Einar milli 2 og þetta vel gert Jóni Heiðari. Kraftur í honum að vanda. Frábær leikmaður, frábær spilari. Hann getur svo sannarlega að skora sjálfur líka. Þetta gerði hann vel.
Já, búið ekki hamt á nær öllum tölum hérna í þessum fyrri hálfleik. Vilhelm, nærlósana Rökkvi skorar, þetta er vel gert. Rökkvi má eiga það, hann er duglegur að rykkja, koma sér í stöðu og þeir eru duglegur að finna hann. Þetta skot frá Hinri, mjög gott, en frábæri vastari á Valtís, hann er búinn að eiga góðan leik í rammanum. Sér hann bolta seint, fastur bolti niðarlega, en hann er að skópla hann boltan í burtu. Valtýr með 5 varða bolta. Vilhelm og finna Rökkva enn og aftur og þetta er vantarlega víti og springum við 2 mínútur, já. Siguróli mittur þetta svo að, já, takkjandi brotur sinna á Einar ekki sáttur. Siguróli í ansi mörgum störfum hérna, íþrótta fulltrúi KA. Hann sem að það er nú að díla mest við leikmenn félagsins og þarf svo hérna að henda einu þeirra út af vellinum. Magnaði kappi. Fjórða vítakast framarana, Vilhelm setur hann í slána og áfram bara hana. Bruno Bernhard sem var komin í markið. Svo slendar hann slá hann út og KA sleppur með skrekkin en er manni færri. Þá kemur til skjálana Alan Norberg, Færeyingurinn Knái. Sýndi flotta takta í hægri skyttun í gær og verður hérna í fjárveru Einars fyrir utan. Spurning hvað hann gerir hérna og svo hann á Jóhann Geir sem er komin í vinstra hornið. Frábær hreyfing hjá Patta, setur hann í stöngina, hann fær víti og 2 vinna brottisun á Vilhelm Pálsen. Hann er ekki alveg sammála þessu en hann ítti klálega á Patta þarna sem kom inn í loftið og það er fallega má ekki. Og Jóhann Geir Sævarsson á punktinn, faðir hans að dæma, Sævar Árnason. Og Jóhann Geir skorar og faðirinn flautar. Vel gert. Jafnar í 11-11. Tæpar 5 mínútur eftir þessum fyrri hálfleik, bæði lið með mann í brottisun. Og vá, Niklas var bara mættur þarna heldur betur. Patti kemur fram á Óðinn, Óðinn í dauðafæri, setur hann undir Valtý og kemur KA yfir. Og þetta er fyrsta markið hjá Óðinni í dag. Frábær leikmaður, frábær slúttari og hann er komin að kannski eðlilega búið að reyna að loka svolítið á hægri vænginn hjá KA. En í staðinn eru aðrir bara að sjá markaskorurina til þessa. En styttist í að KA er með fullskipað lið. Opna hornið gengur ekki. Fín færsla KA-vörninni, maðurinn að koma inn. Breki hérna með flotta takta. Spurning með skrifin en ég held að þetta hafi sloppið. En hann allavega fær markið. Jafnar í 12-12.
Káa með fullskipalið. Við erum að nýta sér liðsmuninn. Hafa hálfa mínútu til þess. Patti upp inn á Einar Birgi. Einar Birgir hittir ekki markið. Fínt færi á línunni. En það fer forgörðum. Og Framararnir núna væntanlega bara fara að rólega af stað. Fá inn manninn. Stefán Darri með skoti, það er framhjá. Það kom upp úr litlu. Það þarf svo sem ofta getur voðalega mikið að Stefán. Patti með skoti, það er þessi endar í netinu af vörninni af Valtý og í neti. Þetta var ekki fallegt en það telur jafn mikið. Káa leiðir 13-12. Skíta glotta Patta þarna. Skiljanlega þetta var stórglæsilegt og verður þess að Einar Jónsson þjálfari Fram sem við hitt í Hemsi, hann hlæraði þessu sér komisku hliðarnar. Vel gert yfirtala hérna hægra megin og þetta er vítakast og 2 mínútna brotti svona Jóhann Geir. Þarna voru yfirtölu 2-1 og algjör óþarfi að bjóða upp á þetta. En Bruno aftur í markið. Síðasta víti fór forgörðum hjá Framörunum. En nýta þetta eins og það vel. Jafna í 13-13. Káa manni færri næstu því út fyrir hálfleikinn. Við markið aukt á Káa-liði núna. Sjá hvernig útvarum þetta. Allan kemur svo aftur í hægri skiptuna. Hér á Patti á Allan Norberg. Allan upp af stöðvarendanum. Hotnamarað upplæði en kannski einhverjir aðrir hefðu nú farið upp og þrumað á markið þarna. En Allan svona að koma sér í gírinn sem skytta. Patti upp inn á línuna fyrir frábær sending en frábær varsla frá Valtý þarna sér við Einari. Já, hann er búinn að eiga virkilega flottan leik. Og má algjörlega það, hann er að ná að lesa Einar Birgi þokkalega á línunni. Ekki allavega annað skoti sem hann tekur frá honum í dauðafæri. Búið að taka leikhlé. Einar Jónsson byrst afsökunar þessu. Algjörlega enga trú að sitt lið myndi komast í færi svona snemma. Það er bara eins og það er. 13-13, Framar að taka leikhlé 45 sekúndur eftir af þessum fyrri hálfleik. Káa manni færri í rúma klukkan er vitlaus hjá okkur. Það er sem sé 45 sekúndur eftir að fyrirhálfleiknum. Já, spurning hvað Einar Jónsson hefur lagt upp með hérna í loka sókn Framara hérna í fyrirhálfleiknum. Stefna væntanlega klárlega á því að nýta sér liðsmuninn. Eru manni fleiri.
Já, Stefán Darri við það að fá vít hérna en Óðinn nær á síðu stundu að ná boltanum því aðeins aukastið. Settist í mannina Ká að þeir fyrir að fara að gera eitthvað breki. Svona Vilhelm stoppar. Jæja. Opna hornið og frábær varslar af Niklas og hann fær vítakast hérna á endanum og tíminn rennur sitt skeið. Framarar í dauðafæri á að taka forystuna hérna í fyrri hálfleiknum. Og gera það. Hálfleikstölu því Káa 13 fram 14. Áhugaverður leikur. Og já, hann Kristoffer. Ok, ég laga það. Hann
Já, styttist í síðari hálfleikinn. Við rennum örstutt yfir markaskorurina Patrekur Stefánsson, markastjóri KA með 4 mörk. Það úr 6 skotum, ágætis nýting hjá honum, Einar Rafn með 2 úr 4. Nú Jón Heiðar með 2 af 3 og Einar Birgir á línunni 2 af 4. Svo þeir Óðinn Þór, Jóhann Geir og Ragnar Snær allir með 1 mark úr 1 skoti. Arnar Freyr búinn að fá 2 færi í vinstri en ekki náða að koma sér á blað. Og Niklas Hatsfeld með 4 varin skot. Svona ég vantilega aðeins inni þar. Hjá gestunum, þar Vilhelm Pálsen, markastur með 4 mörk. Svo þeir Stefán Darri og Kristoffer Andri báðir með 3 mörk. Og Martin Sverrir með 1. Svo þeir Breki Sigurður og Rogvi allir með 1 mark úr 1 skoti. Og Valtýr með 6 varin skot. Það af 1 víti. Já, styttist í síðara hálfleikinn. Framararnir gerðu síðustu 2 mörkin í hálfleiknum áðan og leiða því 13-14 og byrja svo með boltan. Það er vel gert. Sjáum skotningin hjá KA er ekki nægilega góð, 59%. Og framararnir leitt lengst af en jafnt nær allan fyrri hálfleikinn. Jafnt á flestum tölum. KA hins vegar með 0 tapaða bolta. Það er vel gert. 4 hjá Fram. En jæja, þetta fer að hefjast hjá okkur. Á ný. Gestirnir með knöttinn. Létt yfir þessu. Já, við getum ekki byrjað því að það vantar tímaverðina. Það er greinlega lítið stress á þeim Magga og Sigga sem að sjá iðulega ritaraborðið hjá okkur í KA-mælinu. Það kemur nú óvart það sem að Arsenal var nú að spila í gær, þannig að ekki þess að það sé að trufla. Jæja, þá er mættir á svæðið, þeir félagar. Siggi í glæsilegum vinnubuxum. Er að smíða pall heima. Það er nóg að gera hjá honum. Já, þeir eru okkur allavega ekkert af vanbúnaði að halda áfram hérna og hefja síðar hálfleikinn. Það er létt yfir þessu, það er enginn að pyrra sig á þessu, það þurfa eitthvað að bíða aðeins. En hvað það? Þá erum við klári í síðari hálfleiki og ætti að fara af stað. Framararnir hefja leik, marki yfir. Það var fínt tempo yfir þessu í fyrri hálfleiknum, vonandi að það haldi áfram henni í seinni. Opnast fyrir Breka og Breki þrumar sá ramman. Það gerir hann vel. Fekk hérna full mikið pláss og það er hættur gegn jafn öflugur skotmaður Breki er. Einar Rafn og svo tilbaka á Patta. Aja. Þá byrjum við upp á nýtt. Já, Lárus Helgi, eða Lalli, mættur í ramman hjá Fram. Saknaði reyndar að sjá bróður hans ekki á vellinum. Og þetta skot frá Einar Rafni í stöngina út og opinn hérna. Gerði þess að vel að koma sér í færið. Stefán Darri lúsar hann, gerir það vel og þeir halda boltan á floti. Breki með skotið á nær og það steinleikur.
Breki að byrja síðari með flutasýningu. Fram skyndilega 13-16 yfir. Mesti munur sem hefur verið á liðunum til þessa. Já, Breki komið með 3 mörk. Patti losar svona Einar á miðjunni. Kemst lítið áfram. Þetta er frábærlega gert hjá Patta. Enn er hann að finna hann Einar Birgi á línunni og nú skorar Einar. Kemur boltanum fram hjá Lalla í markinu og minnkar til 2 mörk. Já. Sá danski á línunni að gera fínu hluti og Patti er að finna trekk í trekk sem er frábært. Minni aftur á kvennaleik liðanna K.A. Þórs og Fram á eftir kl. 2 í K.A. TV. Þetta skot beint á Niklas og endar hjá K.A. vörðinni. Einar Rafn lendir í römmunum á Stefáni Darra. En þetta var mikilvægt að fá hérna varnarbolta frá Niklas og K.A. getur aftur komið sér betur inn í þetta. Minnkar þetta í 1. Jón Heiðar upp, skorar, þetta er frábært. Þessi Jón Heiðar er skotmaður góður, mætti ofta reyna á það. Stefán Darri keyrir á þetta, losar hann svo. Fín færsla á K.A.-vörninni og að stoppa Breka hana sem kominn hérna hægra megin. Stefán losar hann á Breka, Breki skemmtileg línusending hérna aftur fyrir bak á Rókva. Menn eru vakandi fyrir þessu. Erfitt að eiga við Rókva. Framhaldið vita það, leita yfir mikið á honum. Stefán með undanskoti hæður framhjá. Og K.A. í setjumveikjunni, Einar Rafn tekur skotið á steinliggur. Þetta gerir hann vel. Er allan tíman að hóta sendingunni, snýr sig svo í loftinu og þrumar sem markið. Jafnar í 16-16, 3 mörk í röð K.A. Flott svar hérna við 4 mörk við röð hjá framherjunum. Breytti stöðunni úr 13-12 í 13-16. En jafnt á ný hérna. Breki setur hann í hávörnina en það breytir litlu, boltinn endar í netinu. Einar á Jón Heiðar, hann er að halda þessu floti, setur hann að Patta, Patti, fín hreyfing, við það sleppi gegn, en náttúrulega búið með skrefin, þetta er bara aukast. Allan komur hérna fyrir utan. Þetta er þetta glórulegur varnarleikur. Það er ekki bara rifið í treyjunni, hann var klæddur úr treyjunni og tveggjandi brotti svona Sigur Örn. Já, þetta var algjörlega gali hjá drengnum. Og Tanski fær smá kvíld með hann lagabúninginn og Haraldur Bolli Heimisson kom inn á línuna hjá K.A.-liðinu. Eins og átti flottan leik í gær með ungmennaliðinu. Það er vonandi að koma sér í taktinn hérna. Fjarveru Pæturs.
Flottur boltur frá Einari Rafni en Lalli sér við Jóhanni Geir. Úrvalsfæri í horninu en Lalli gerir þetta virkilega vel. Frábær markmaður og bara frábær karakter. Framararnir manni færri. Marki yfir hérna. Vilhelm inn á línuna, Rökkvi í dauðafæri, setur hann undir. Niklas kemur framar í tveimur, markum yfir. Einar losar hann og við róðu þetta. Við erum manni fleiri en við erum að fá gott færi, fengum við þessu gott færi síðan sótt, en nýttum bara ekki. Einar setur hann á Patti inn á línuna og Haraldur Bolli skorar. Já, enn Patti að dæla bolta inn á línuna. Og Haraldur Bolli Heimisson kominn á blað hérna. Geggjaði gæi en Halli Bolli. Hefur unnið vel í sumar og að fá hérna gott tækifæri. Þessi Pætur, færiski landsliðsmaðurinn okkar, hann eitthvað tæpur, hann ekki með í dag. Stefán Darri keyrir á þetta, lendir í Einari Rafni, Einar stoppar hann. Þetta skot frá Stefáni. Varið af Niklas aðeins að byrja að ná að klukka boltan sem vel. Einar að taka á Jón Heiðar hérna. Patti heppir hérna svona brottið á honum en býður hættunni heim með að losa hann hana. Einar að fín hliðarinn hjá honum en Brekkin að stöðva hann. Fjölhæfur og skemmtilegur leikmaður Einar að en höndi komið upp hérna. Einar leysir, skoti frá Patta, gengur ekki og endar hjá Vilhelm og framararnir í hörkusens á keyra á okkur hérna, opna hornið og það skoti fram hjá hérna frá Kristni. Þetta var hansi gott hornafæri hérna, gekk ekki hjá þeim og Einar Rafn á Jón Heiðar. Það er vel geða opnum fyrir Allan Norberg og Allan skrúan hann fram hjá. Já, smá bið eftir næsta marki núna. Inn í línuna frábærlega gert hjá Rökkva og Rökkva hafði vítakast. Já, Rökkvi duglegur að sækja vítinn og bara duglegur bara á línunni yfir höfuð. Hver tekur vítið núna? Það þarf einhver að koma. Ja, það er hann Kristófer. Og setur hann undir Niklas og skorar. Já, öruggur á punktinum, hann Kristófer. Fram 17-19 yfir hérna á þessum hálfgerða úrslitaleik opna norðlenska mótsins. Þá er Óðinn Þór Ríkharðsson mættur aftur í hægra hornið á KA. Óðinn ekki fengið mikla móða hér í dag.
Þeir enga sig með eitt mark. Patti inn á línuna, brotið á Jóni Heiðari. Þetta skot frá Jóni Heiðari af vörninni og svo endar það hjá Lalla. Breki á Stefán Darra inn á línuna og það er náttúrulega vítakast. Já, það er eitthvað spurning með það. Vel gert hjá Sigurði. Vorna hafa harðfylgi í gegn og sækja vítið. Kristófer vantarlega aftur á punktinn, búinn að vera öruggur þar. Og Bruno Bernat fer þá í ramman, reynir að stöðva Kristófer sem búinn að ræða sig öruggur á punktinum. Nei, það gengur ekki. Kristófer heldur áfram að klára vítinn. Mikilvægt að nýta vítakostinn. Rosalega dýrt ef þú ert með slæma vítanýtingu. 12 mínútur verða búin að þessum síðari hálfleik. Framararnir eru svona með yfirhöndina. Inn á línuna og danski skorar. Já, setur hann aftur fyrir sig og klárar þetta. Flottur danski. Vilhelm á Breka, Breki yfir á Stefán Darra. Stefán Darri með pláss en klippir við Breka sem að lendir svo í hjarta K.A. varnarinnar á þeim Ragga og Einari. Þá er ekki að sökum að spyrja. Jæja, þá höldum við áfram leik hérna. Já, Framararnir sem segir búin að vera öflugir hérna í upphafi seinni hálfleiks. Þeir að leiða þetta. Stefán Darri hérna á Breki, bara fara upp á þriðja markið. Stefán Darri er að blokkera fyrir hann. Og Breki vildi svo í Ragga. Já, flottu varnarleikur á K.A. núna. Höndi komin upp. Stefán Darri inn á línuna. Rókvi skorar, þessi endar í netinu og var nú klálega öruggur með vítið. Fram aftur, 3 mörkum yfir og svo kemur þetta skot frá Patta af vörninni og út. Flott hreyfing, er frábær markvarsla hjá Lalla en Einar Birgir er frákastinu, gerir það vel, boltinn yfir á Óðinn í horninu, Óðinn fyrir gegn, setur hann undir Lalla og skorar. Þetta er vel gert. Já, Óðinn klárar þetta af stakri snilld og sama tíma líka vel gert hjá Einari danska að sækja frákastið. En við erum í smá vandræði varnarlega séð. Það vantar svona herslu munun á að ná að loka á sóknaraðgerðir Framarana. Þetta endar yfirleitt í hörkuskoti eða þeir ná að lauga boltar inn á línuna. Þessi Rókvi er gríðarlega öflugur. Stefán Darri inn á Rókva enn og aftur og Rókvi fær vítið.
Gunnar Rafn ekki sammála þessu. Það gott að verður þessi heitt í hamsi. Við verðum ekki sama. Kristófer á punktinn. Niklas Satsvel. Það væri ansi sterkt ef myndi ná að klukka hennan. Síðari hálfleikurinn hálfnaður. Framarinn ekkert að komast 3 mörkum yfir. En sé Kristófer búinn að vera eins og gríðarlega öruggur á punktinum. En Niklas Satsvel sér við honum. Og Jóhann Einarsson mættur inn á í lið KA. Og svo kemur neglan frá Einari Rafni og hann minnkar til 1 mark. Já, það er kviknað heldur betur á Einari eftir þetta vítakast dóm hann hinum megin. Og hann bara þrumar þessu markið. Lítið pirringin í það. Það snur bara vel. Brekkin og Rókva á. Þetta er bara of auðvelt fyrir gestina að finna Rókva trekk í trekk. Og hann er bara einfalda það sterkur að hann einhvern veginn er yfirleitt að koma sér í gegn. Þannig að þetta er yfirleitt ávísun á víti eða mark. Það vísu ekki þarna sem betur verið fyrir KA-liðið. Stefán Dari áttu að breka brekinu línuna og Rókvi skorar. Já, þetta er bara framararnir í nóðskurð. Þeir eru hrikalega duglegir að finna Rókva á línunni og sá er eiga góðan leik. Jóhann Einarsson, hann liggur Rókvi, hann að kjölfarið er galopið fyrir Einar danska og hann finnur leiðina fram hjá Lalla í markinu. Já. Það er komin tími á að stoppa þetta. Sammála Einari Rafni þarna. Alvöru keppniskap. Þetta er bara geggjað. Það verður virkilega gaman þegar þetta fer af stað af alvöru. Frábær hávörð hjá Einari danska. Framhaldinn á boltanum. Það er eitthvað að þurrka bletuna. Það er ansi mikið sem þarf að þurrka núna. Enda eins og það er hiti í þessu og mönnum er alls ekki sama. Mikilvægt að klára leikina með stæl og sækja sigra á undirbúningstímabilinu. Það fylgir manni yfirleitt inn í tímabilið. Það sem búið að vera að ná einhverjum úrslitum. Jæja, áfram með smjörið. Rókvi kemur sér aftur á línuna. Stefán Dari kemur hérna á breki og losar hann á Stefán. Stefán með skotið, hörku skotur utan og endar í markinu. Óðinn inn á Arnar og Arnar skorar. Þetta gerðu þeir vel, hornamennirnir 2. Já. Óðinn að keyra upp boltan. Og svo kemur þessi flotta innleysingamóti frá Arnari Frey. Og aftur einsmarksmunur. Það væri rosalega sterkt að fara að ná að jafna þetta. Þetta skot endar í netinu. Já, Kjartan Júlíusson. Hann er kominn á blað hérna.
Systir hans, hún Ragnheiður, mun leika svo hana eftir kl. 2. Það er að K.A. Þór og Fram mætast Hvannamegin beint á K.A. TV. Það eru hérna systkinin í fullu fjöri á opna norðlenska. Gaman að geta sýnt frá þessari handboltaveislu hérna. Haraldur Bolli Heimisson mættur á línuna. Kemur innlýsing frá Óðni. Innara setur hann á Jóhann Einarsson og Jói vantaði aðeins upp á þetta. Fari uppkasti. Marteinn næra stöðvan. Jói yfir á Einar á pattarni hægra meinuna. Það tekur Jón Damandarsson leikli fyrir K.A. Já, aðeins að skerpa á þessu, eins og vantar herslumunum upp á varnarleikin. Sóknarlega sé þetta verið svona upp og ofan. En framarnir er rauninni bara svona eiga það bara verið skuld að vera yfir, en þetta er svo sem bara 2 mörk, það er fljótt að breytast í handboltanum. Sjáum hérna markahæstu menn. Einar Birgir markahæstur í K.A. með 5 mörk. Patrikur og Einar báðu 4, Jón Heiðar 3 og Óðinn með 2. Já, gesturinn þar er Kristófur Andri með 5 og svo er það Stefán Darri, Breki, Vilhelm og Rókvi allir með 4 mörk og Rókvi er búinn að sækja svona 5 vítakosti eða eitthvað. Það er algjörlega frábær. Leikliðið er búið. Bæði lið nýta þarna smá aukatíma. Þá höldum við leika áfram hérna. Höndun er uppi. Patti klippið við Einar Rafn á Jóa. Jói á Patta. Patti skýtur. Varið og Einar Birgir nær frákasteinu og sækir víti. Þetta gerir Einar sá danski frábælega. Stefán Darri var líklega komin út fyrir teiginn en við sýndist hann stytta sér leið til þess að koma sér fyrir Einar og vítikast í niðurstaðan. Og Einar Rafn Eiðsson aftur á punktinn, klikkaði við svo í fyrir áleik. K.A. ekki fengið víti síðan. Hann hendar netun þessi. Lalli var að vægast í þessu og er ekki sáttur. Skiljanlega ríkala svekkjandi þegar maður eru svona mikið í boltanum að enda í netinu en því fór sem fór. Eins marks munur. 10 mínútur eftir að þessu. Breki losar fyrir hornið og þetta er frábær varsla. Nikola Satsvel sér hérna við honum Kristni. Já, Kristinn ekki alveg búinn að finna sig í dag og hérna er Einar sá danski að skora. Frábær sending frá Einar Rafni og Einar danski að jafna í 24-24. Já, 7. markið hjá Einari Birgi. Það er eitthvað flottan leik. Leikur línumannana.
rykkja hægri vinstri hérna og skotið svo yfir frá honum Kjartani eftir að Raggi hafi dottið þarna úrvalsfæri fyrir Kjartan. Einar Rafn fær hérna aukastið að komin í ansi þrönga stöðu. En klárt brot og aukast niðurstaðan. Hárrétt. Rétt rúmar 8 mínútur eftir að þessu. Káa getur skyndilega náð fóristunni. Jói, kemur hann að patta endanum. Einar Rafn á Jóa. Hörku varnarleikir framverður núna. Voru mættir tveir að loka á Einar Birgi á línunni. Þeir eru með góða fæslu. Höndin komin upp. Kemur leysing frá Arnari Frey. Og þetta er frábærlega gert. Einar Rafn losar boltan á hárréttum tíma. Allt galopið fyrir Jóhann Einarsson. Og Jói komin á blað, hans fyrsta mark. Káa komið yfir 25-24. Stefán Darri, flott hreyfing, brotið á honum. Náum að stoppa hann á 11. stundu. Virtist að vera galopið og þá hefur Einar Jónsson síðan nóg í bili. Tekur leikhlé fyrir gestina. Skyndilega marki undir. Káa búið að skora núna 3 mörk í röð. Eftir að staðan var 22-24 rétt á hann. Fram að ekki búin að skora í rétt rúmar 4 mínútur. Sjö mínútur rétt rúmar eftir. Já, Káa liðið að sína karakter að ná að gefa í núna fyrir lokakaflan og ná fóristunni. Leiklið búið og við erum klári í að halda áfram hérna í kámilinu. Spurning hvort að leiklið verði fleiri. Ættu að eiga bæði lið eitt leiklið eftir. Þessi mönnum er svo alls ekki sama þó að æfingarleik sé að ræða. En þeir eru mættir til þess að sækja sigur. Það er það sem við viljum sjá. Það er að segja við viljum sigur í þessum leik, eins og segir í kvæðinu góða. Allt komið á stað á ný. Framararnir freista þess að jafna metinn. Þannig að leiða lungan á leiknum. Rikki úrstar hann á Vilhelm og Stefán Darri með hörku skot sem steinleikur. Já. Það er spurning hvort að Niklas hefði ekki átt hann á krækja hennar bolta. Einar Rafn úrstar hann yfir á Jóhann Einarsson. Við náum ekki að nýta okkur þetta og byrjum stimplinu upp á nýtt. (25-25). Þetta er virkilega flottur leikur. Patti kemur hún yfir á Óðinn. Óðinn í dauðafæri og hann þrumar sinni til. Frábærlega gert. Patti með yfirsýnina finnur Óðinn og Óðinn klárar í við sín færi á stækinn snilld. Og hvað þá svona færi gerast ekki mikið betri hornafærin heldur en þetta. Káa marki yfir. Svakalegt skot hérna frá Vilhelm
sleikir stöngina en endar fram hjá. Einar Rafn trítlar í gegn með frábær varsla hjá Valhalla þarna. Það var mikilvægt fyrir gestina. Breki brotið honum. Æja. Ég sammála þessu. Frammann vilja 2 mínútur, KA-liðið vildi ekki neitt. En ég held að það sé rétt. Þetta er bara aukast, Frammann haldi boltanum. Það er ekki brott í þessu. Þetta er frábærlega gett að opna hornið en Kristófer, þetta var víðs fjarri frá honum. Fínt færi í horninu en hann er ekki að nýta það. Einar Rafn inn á línuna, frábær rykking frá Einari danska, sækir vítakastið. Og KA getur skyndilega að ná 2 marka forystu. Einar Rafn Eiðsson á vítapunktinn. En nei, þetta er bara viti, engin brottisur. Einar Rafn Eiðsson setur hann undir Lalla og KA leiðir 27-25. Já, Framararnir hafa tæpar 4 mínútur til þess að koma sér aftur inn í þetta. Stefán Darri losar hann að opna hornið en sendingin ekki alveg góð og kemur ekki út úr þessu. Breki keyrir á þetta, klippið við Stefán Darra. Þeir eru í brasi hérna og tvígrið dæmt á Stefán Darra. Óðinn Þór í gegn, frábær varsla hjá Lalla. Framan þeirra ennþá inn í þessu. Opna fyrir Kristinn í horninu, gengur ekki einn. Breki fyrir gett og sækir vítakastið. Henn eitt vítakastið sem Framarnir er að fá. Tíunda vítakastið sem þeir fá í þessum leik. Það er mögnuð tölfræði. Og Vilhelm fer á punktinn gegn Niklas Satsvel. Niklas varði á hann frá Kristófer. Hvað gerir Vilhelm Pálsen? Já, setur hann laglega yfir Niklas. Og 1 marks munur. Það eru 2,5 tæpar eftir. Það er nóg eftir fyrir eitthvað dramatískt. Einar á Jóhann Einarsson og Patti í gegn og farið vítið, hárrétt dómur. Hann klikkaði talningin aðeins hjá framurunum og Stefán Darri hann er meira bara pirraður yfir í þessi stað að komið upp heldur hann að vera dæmt víti en það var það bara rétt dómur. Einar Rafn klárar þetta víti að stakri snill 28-26. KA komið í líkistöðu og klára þetta og mótið þá þar afleiðandi. Rökkva gengur ekki og Vilhelm finnur hérna frábæra línusendingu á hann Kristinn sem að leysti vel hérna. Þetta
var virkilega vel gert hjá honum. Kristni Hrannari leysti úr vinstra horninu á hárréttum tíma, fekk boltan og skoraði og fyrir vikið er einsmarksmunur þegar við erum að fara inn í lokamínútuna. Brókvi kominn aftur á fætur. Haltrar aðeins. Lokamínútan gengin í garð. Káa marki yfir með boltan. Mark núna myndi ganga frá þessu. En framarnir þeir fá tækifæri til þess að svara. Þeir verða bara að standa á vörnina. Hinnar haft í gegn en Brekkin er að stoppa nú 11. stundu. Jæja. Patti í gegn, brotið á honum og Jónatan Valdimarsson tekur leikhlé. Vill stilla upp í eitthvað gott kerfi til þess að klára þetta, sækja sigurinn og sigurinn heim. Rennum við tölfræðina svo að leik loknum. Minni enn og aftur á að kvennaliðin Káa Þór og Fram mæta svo núna klukkan 2 hér á Káa TV í úrslitaleik kvennamegin. Við sem að börðust deildarmeistaratitilinn síðustu leiktíð enduðu jöfn að stigum en Káa Þór hafði betur í innbyrðis viðureigninni og hampaði því titlinum og hampaði svo alltaf sjálfsögðu Íslandsmeistaratitlinum eftir sigur á Val. En Valur sló einmitt út Fram í undanúrslitunum. Það er komið að úrslitastundu hér hjá köllunum. Káa með boltan, marki yfir. Þurfa að sýna klókindi. Líklega farið að styttast í höndina. Smá hasar á klukkunni. Áfram með þetta. Höndin uppi. Jói í gegn, setur í stöngina, frákastið á Einari Birgi og Einar Birgi skorar og hann er að klára þetta fyrir Káa. Einar Jónsson tekur leikhlé en 2 marka munur. Og ansi ólíklegt að Framararnir nái að brúa þetta bil. En það er mikilvægt að æfa það að spila út og klára lokasóttanum með marki. Þannig að þeir auðvitað taka leiklið og ráða sínum ráðum. En Káa er að klára þetta 29-27. Frábært. Frábært hjá strákunum. Nú voru það að elta nær allan tíman en tókst það snúa hlutunum sér í vil svona undir lok leiksins og eru að sigla þessu heim hér í þessum úrslitaleik opna norðlenska mótsins. Sáum hvað Framararnir gera. Kristín á Breka, þetta fara hábælega útfært en snúningurinn í stöngina og tíminn rennir sér skeið. Káa vinnur 29-27 og stendur ykkur sem sigurvegari hér á opna norðlenska mótinu. Skemmtilegur leikur og gefur góð fyrirheit baráttuna
í Ólís-deildinni og eftir svo fyrst í bikarkeppninni. Þetta er magnað. Kíkjum á tölfræðina. Sjáum hérna KA-lið. Einar Rafn Eiðsson og nafn hans Einar Birgir Stefánsson. Markahæstur er KA með 7 mörk, Einar Birgir úr 9 skotum, Einar Rafn úr 12. Síðan var Patrik Stefánsson með 4 mörk, Óðinn Þór og Jón Heiðar báðir með 3 mörk. Arnar Freyr, Jóhann Geir, Harðabolli, Rætarsnær og Jóhann Einarsson allir með 1 mark. Og í markinu varði Niklas Hatsvel 8 skot. Bruno Bernhard hrundi við 2 víti. Annað er að fór í slána. Hitt í ramman. Sjáum hérna gestina. Þar er Stefán Darri, Vilhelm Pálsen og Kristoffer Andri. Markahæstur með 5 mörk. Breki og Rókvi báði með 4 mörk. Auk sem að Rókvi sótti Ara Krúa vítakosti. Framhaldið fengu 10 vítakosti leiknum. Svo voru Kristinn Marteinn, Sigurður og Kjartan allir með 1 mark. Og í markinu varði Valtýr Már 6 skot í fyrri hálfleik og Lárus Helgi 5 í þeim síðari. Kíkjum svo á tölfræði liða. Sjáum hérna 29-27 sigur KA. Skotningin á KA 59% gegn 66. En Framararnir hins vegar með 5 tapaða bolta. KA engan tapaða bolta. Það er smá munur þar á. KA fær 5 vítakost, skorar 4 mörk. Framararnir fá 10 vítakost, skorar úr 7 þeirra. Annars, já, Framararnir leiddu mestlanleikinn rétt um hálftíma. En flottur lokasprettur KA megin kláraði þetta og tryggði 2 marka sigur. Bæði lið með 3 brotthúsanir. 8 varðskoti KA gegn 11. Sjáum hérna skiptinguna. 1 hraðalsmark á KA gegn engu. Manni fleiri skor KA 2 gegn 3. Manni færri Framararnir 2 gegn engu. Og Framararnir skora 2 mörk með aukaverðinsóttinni gegn engu. Og KA 2 mörk í 1 markið gegn 1. 3 mörk í 1 markið, það er full mikið kannski. En já, þetta er magnað. Kíkjum svo á tímalínuna. Já, sjáum hérna staðan 13-14 fyrir Fram í hálfleik eftir að Framarar hafi skorað síðustu 2 mörk fyrri hálfleiks. Byrjuðu seinni hálfleikinn af krafti, náðu 3 marka forystu í 16-13 en síðan þá svona leiddu þeir mestan tíma með 1-2 mörkum. Þá til að kom aðeins kafla 22-24 sem KA skoraði 3 mörk í röð. Tók þá yfirhöndina og vinnur á endanum 2 marka sigur. En við förum að setja gott hér í bili. Ágúst Stefánsson heiti ég, þakka kærlega fyrir mig. Stefán Jónsson við til aðstöðar. Minnum á kvennaleikinn klukkan 2. Beinni á KA TV, KA Þór Fram. Hörkuleikur framöndan, endilega fylgjast með því. Sjáumst á, bless bless.